Þannig að staðan hún þetta var eitt af það sem kom úr jafnvægi, ég var hissa á þegar þessi umræða skapaðist. En þessi úrræði sem hefur verið farið í, þau hafa verið sértæk, eins og ég nefndi áður, og hafa leitt af sér alveg gróflega mismunun víða. Eftir á að hyggja ég algjörlega sannfærður um það að það hefur verið réttara að byrja á almennum lausnum, því að það varð alveg geigvænlegur forsendubrestur á mínu viti. Árið 2009 held ég að verðbólgan hafi slegið ykkur 18% eitthvað álíka, það var að nálgast 20%. Og þetta, svona, ef ég kíkja þess á launatekkan, þá er þetta ekki alveg í takti við þróunina á honum. Sem veldur því náttúrulega að það skapast alveg svaðalegt misræmi sem bara ekkert venjulegt fólk getur staðið undir. Það er bara þannig. Þegar þessar vísitölur fjarlægast hvor aðra svona snögglega, launavísitalan og neysluvísitalan, þá fer allt í steik. Það er bara þannig. Þannig að ég hefði talið réttara að byrja á einhvers konar almennum úrræðum. Ég ætla ekkert að fara út í það nákvæmlega hver þau hefði átt að vera. Sjúkdómsengin allavega mjög skýr, þannig að almenn úrræði hefði verið svona klókari til að byrja með og taka svo sértæku dæmin í kjölfarið. Þeim hefði fækkað mjög mikið við almenn úrræði, þannig að þetta hefði verið svona skýrar og yfirgrips betra að átta sig á þessu. Síðan eiginlega svona stærsta úrræði sem raun og veru var svolítið hvati af minni grein var þessi 110% regla sem olli þessari mismunum sem ég fór áður yfir. Hún svona eftir á hyggja sérstaklega. Fyrst þegar ég heyrði 110% regla, já þetta kannski ekki svo galið, en fólk sem skuldar alveg 180% eða hvað sem það erlendu láni, eða 200 eða hvað sem það það kemur til 110%. Það alveg frábært maður. Skulda 10% meira maður á. Þetta alveg klassa niðurstaða. Það var eitt félag minn sem hvatti mig til þess að fara eftir að umræðan skapaðist greinina, við varst alltaf fyndið. Fara í banka eða íbúðlánasjóð og vera með svona byggingaráform. Ég ætla að fá svona 110% lán hjá þér. Ég veit ekki alveg hvernig fyrir tekið en þetta var allavega þarðar en að virði Þannig að maður stígur svona, það sem gerist í þessu, það eru manni finnst maður að vera óréttlæti beittur, að hafa lent svona illa í því, við getum orðað þannig. Þá byrja maður að svona rýna í dítelina, skilmálan í lánasamningnum og eitthvað slíkt En þegar svona hefur farið, þá kannski réttar að stíga 1-2 skref tilbaka, horfa á stórmyndina og horfa bara á hreyfingarnar. Það eru heilu kynslóðirnar á aldrinum 25 til 50 pluss jafnvel, sem hafa mist nánast allar sínar eigur bara á nokkrum mánuðum og þetta gerist á ótrúlega skömmum tímabili. Og þá finnst mér ekki nokkru máli skipta hvað stendur í lánasamningnum, svona öllu gríni sleppt. Þetta kannski lögfræðilega rétt, en siðferðislega þetta bara gjörsamlega út á túni. Það ekkert flóknara það og það eiginlega það sem svona hefur vakið svona aðeins upp keppnisskapið í mér í þessu. Þetta snýst ekki dítelana eða smáaletri í samningunum, þetta snýst stórumyndina og hún ekki á réttri leið, ég fæ ekki til að ganga upp því miður. Þessi 110% leið, aðeins aftur henni. Ég á þeirri skoðun að eftir á hyggja, hún hafi verið sett og búin til gjörsamlega á forsendum lánveitanda. Og þegar ég segi lánveitanda, þá veit ég að svona 90% ykkar að hugsa banka. Ég alveg sannfærður það. En þegar maður fyrir aðeins að kíkja undir teppið, að þá kemur það ljós að 70% af fasteignalánum heimilanna eru með beinum með óbeinum hætti í eigu lífeyrissjóðanna. Þeir fjármagna íbúðalánasjóð að mestu leyti, gegnum skuldabréf sem veitt með ríkisábyrgð og með beinum hætti gegnum sjóðsfélagalán til fasteignakaupa. Ég hrökk virkilega við þegar ég sá og heyrði þessa tölu. Ég ekki með hann upp á prómil eða slíkt, en þetta svona nokkurn veginn stærðargráða. Þannig að þegar að bönkunum kennt allt og margt eiga þeir örugglega skilið, bæði í fortíð og nútíð jafnvel, að þá eiga þeir ekki þetta allt saman skilið, því að þeir eru í raun og veru aukahlutverki í þessu samhengi. Það svolítið sláandi.
þannig að mín skoðun að þessi 110% leið hafi verið gerð svolítið með lánveitendur í huga, og þá ég bæði að tala íbúðalánasjóð, þar með lífeyrissjóði og síðan bankana. Því að ég sé þetta alveg fyrir mér. Haldinn fundur með öllum og menn að ræða þetta. Ég farin að tala allt of mikið. Að við getum verið sammála það að skuldir sem eru yfir 110% af virði eigna, þær eru hvort eð tapaðar. Þannig að til hvers þá var eldast við þær. Ég líti á þetta þannig að menn hafi sett þessa reglu meðal annars til þess að raun og veru gefa hvort eð eftir tapaðar kröfur. Það skipti engu máli hvað sem var. Það lítur líka betur út á pappírunum. Síðan var þessi leið sett í eitthvað svona gjafa umbúð sem eitthvað svona topplausn á málunum. En ég held að þetta sé því miður þannig í pottinn búið að þetta voru hvort eð tapaðar kröfur og ekki glóra ef það innheimtaði nokkuð tíma. Staðan í dag, eftir þetta, eins og heyrið ég svona þegar ég byrja að tala þetta, það verður svolítið frústreraður, það verður bara að vera þannig. Það heil kynslóð sem verður eignalaus. Það ekkert flóknara það, þetta ekki bara unglingar, þetta fólk á ótrúlega breiðu aldurspili, kannski 30 ára aldurspili. Það ekki bara allt. Eignastaðan, hún ennþá að versna, lánin ennþá að bólna út, það bara þannig. Það í dag, hort 12 mánuði eftir í tíman, yfir 5% verðbólga. Rétt það og meira þess að í gjaldeyrishöftum, það ekki hægt að kenna genginu, það búið að vera svona nokkurn veginn í sinni öndunarvél bara. Þannig að þessi staða kannski ætti nú að vera svolítið birtingamynd að það eitthvað meira sem bogið. Það má kenna hækkun á ráðurum og þar myndi göttunum en samt sko. Þetta svolítið merkilegt og það ekkert að gerast í samfélaginu, þannig að ég veit ekki alveg hvaðan þetta kemur sko. Þetta merkilegt, það eitthvað að gerast þarna í þessu apparati sem við skiljum ekki og held ég enginn skilur, því miður. Við þurfum kannski að vera bara svolítið hreinskilið með það. Þetta ekki eðlileg sjúkdómseinkenni í þessari aðstöðu sem við erum í dag. Það versta samt, það rosalega fúlt að tapa peningum. Mér finnst það óbáslega leiðinlegt. Sparifé og einhver sem maður hefur haft svolítið fyrir að afla og maður rosalega pirraður á því, en það ekki allt. Ég held að afleiðingarnar af því sem hafi gerst síðustu 3 árin við erum að bíða og verða fyrir svona siðferðislegu skipsbroti. Það heyrist hjá Agnesi mjög berlega, hann var nú mjög hreinskilinn, það mjög gott. Að hún búin að missa trúna á kerfinu, að maður setja henni í gæsalappir. Kerfið bara við, þetta það sem við höfum búið til, einhvern veginn í sammenningu eða forfeður okkar. Og það rosalega slæmt. Ég svolítið þar líka og ég þar að því að kerfið hefur svona refsað, finnst mér, þeim sem voru varkárir en bjargað þeim óábyrgu í einhverjum tilvikum. Ég veit ekki hvað sem eru tilvikaður en þetta pirrar mig, þessi dæmi eru til og það fer í taugarnar á mér. Og ég fer að velta því fyrir mér hvers konar skilaboð eru það? Hvers konar skilaboð er það til barnanna mína? Hvernig ég útskýra fyrir þeim að ég lagði allt mitt fé í fasteignina og svo tapaði ég öllu. Hvernig, hvað ég að segja þeim? Eitthvað sem getur svarað því fyrir mig? Hvaða manjúli að leggja borðið fyrir þau? Því að ég á að segja hvað þau að gera. Því miður var það fjárhagslega besta niðurstaðan ef ég hef farið dálítið gassalega. Og þetta ekki eitthvað sem ég vil kenna börnunum mínum, því miður. Þannig að ég sé bara ekki sanngirnina í þessari stöðu sem í dag. Þannig að Agnes búin að missa trúna á kerfinu og hún titlaði sjálf sig sem hvað asna og hvað vitleysingar, það ekki eitthvað svoleiðis. Ég titlaði sjálf mig sem aula. Þú veist, ætlum að fara að halda þessu mikið lengur áfram. En þetta samt bara staðreynd, mér líður í alvörunni eins og aula. Þetta var ekki eitthvað sem ég bara sló fram, þetta engar ýkjur og alveg í hreinskilni sagt. Og ég vil líka bara þakka fyrir að fá að koma hérna og bladra. Ekki mjög skipulagt raus, en svona þetta. Og ég hvet svona, gæslega bara venjulegt fólk eins og mig. Ég fengi það komment, þú ert bara svo venjulegur. Það gott. En að tjá sig aðeins þetta. Þetta merkilegt náttúrulega gott, ekkert að skamma sig fyrir og miklu ódýrara en að verða til sálfræðings.